Sort of. Yes, I don't see any ladies here. I say good day, gentlemen. Nice to see you again. Time for the last games for this year anyway, so you're welcome as always. So we start a little bit to look back just to the Holland game, if you keep on going. So just shortly about that, so then we leave it behind. But I think they did, of course, 2 really good games. I mean, the results was also fantastic. What to underline when you play a match like we did against Latvia, I think the patience the players showed was really impressing on us coaches. When you have such a to control the ball so much and they defended so deep. Then as always you have to be realistic. I mean, of course we were a little bit helped of the red card in the second half, so that makes it a little bit easier for us. I think we probably have broken them down anyway, but that helped us, of course. But it was really good from the mental point of view what they did in that game. And when you go to the Netherlands, that it was a totally different game, as you all saw. That they had the ball very much, and especially when you score against a team like the Dutch that we did rather early, it's much more easy to play against them. And we had really prepared us well to try to see that we could control them, don't lose 1v1 situations, slow them down all the time. And when they had the ball so much and they only created 3 goal-scoring chances, that's absolutely top class. I mean, I had some good games before Iceland when it comes to the defensive part of the game, but this was absolutely in the top. That was one of the best. You could give out the clips from the game and use it as a textbook, I think, how you defend with the zonal defense. Yeah, we can go on. So what was good and I think helped us a lot also what we did before the Turkey game, that we had 8 trainings, 7 days together, and I don't think that happened before, Heimir, that we could train so much. And so I think we took a step in a way the game before Turkey, and then we could build on that, of course, afterwards. So if you look upon what they do, I mean, normally fans and, with all respect, journalists and even many coaches I met through the years in different educations, you always follow the ball when you see a game. But I mean, for more than 89 minutes, they are without the ball. And what the players did here, especially against Holland in the defensive part, but also some good things in the attacking part was really, really good. And how they cooperate, how they helped each other. So very impressive, I must say. And with that comes that always I think it's important that you minimize the wrong decisions you make. And they really did that well. So that's also important when it comes to both the tactical and the technical side of the game. And of course, as always with these guys, I mean, they never disappointed us in this area with the working performance and the attitude they showed and the discipline. And what is really nice at the start of this qualification is that we have so few yellow cards if you compare it with the start of the qualification we did for the World Cup. So it was really, really good. But that's history now, so we put that aside. And the program is not much to say. We don't know anything about January still. We hope, of course, that we can get some games for the Nordic players, but we don't know anything about that. KSI is working with that, so we will see what happens. And otherwise, you have seen the program, so you know it, so it's not much to say about that. So while we all know we have really good games, as I said, we have a good FIFA ranking, and also we get lots of attention, both from you in Iceland, both fans and you in media, but also from abroad. So it has been, I think Omar can tell you much more about that, but we also from the coach's side have noticed that the phone and the mail has been a little bit more active than normal, so it's been like that. So also if you look upon the games we played this year, it's pretty amazing. We played 5 games if we take away the Nordic game, and we haven't lost yet, and we only had 1 goal behind us, and that's 4 clean sheets. And I mean, as I think I've told you before, that as it is so difficult to score goals in football compared with all other team sports, ball sports,
So the defensive part, and I don't mean that we try to be defensive, but if you can have a really good defense game, I mean, you always have a good chance to win. So that's the players have taken that to themselves and done it really, really well. But it doesn't matter what we have done and how good we think we are, because the reality is that we only have taken the first 3 steps to try to qualify for France. So we haven't won anything now with the upcoming games with Belgium first and then the competitive games against the Czech. So this we all know also. We really have a good base to start from now when we come up to the last 7 games. I mean, if you look upon this, and with all respect to Latvia and Kazakhstan, Turkey is probably the biggest threat for the first 3 place teams. But if we not totally break down, we at least have a good chance to end up among the 3 first. I think that is realistic to say anyway. So with all goods we have done, that doesn't matter. We have to remember that we don't get carried away with expectations. Not inside the group and not outside the group. I can expect that maybe you have big expectations, fans have big expectations. That's something we have experienced before when you have a good run of results, that maybe the expectation gets too big. So we have always to be realistic. If you go on, Heimir, you can go on. So this is what it's all about now for us coaches and the rest of the staff, to see that they keep the feet on the ground, and we can't talk ourselves into points. We have to get the players to do it for us, and let the feet do your talking is, I think, a good expression. And of course, Heimir comes back to these 2 games a little bit, how we have planned for it, but just a short look upon Belgium, as we will do it rather little for Belgium for the players also. We always concentrate much more on our own game when it comes to friendly games. But we will play a really world-class team here, so it will be a very good game for us for the players to experience that. As you see, they are number 4. They only played 2 matches, and they had a draw against Bosnia away, and you could discuss that results. But I know going to Bosnia is not easy. They have a good team. It's not an easy place to play in. So they had a good start, of course. And if we look at just a little quick, I don't know how many of the players you know, but you just look upon the clubs they are playing in. So it's rather impressive. And as you get from Heimir the whole squad, then you can check it out. They have almost as good team on the bench as they have. This is the player they used most from start in the qualification, the 2 games they have played. So if you look upon who are on the bench, you can see pretty good players there. So it's a very good, as I said, so we expect a really good friendly and a good test for us and for our players before we go to the Czech. And then I give the floor to you, Mr. Hallgrímsson. Við höfum náttúrulega fengið nokkra spurningar af hverju við erum að taka æfingarleik við Belga á svona kritísku mómenti. Auðvitað þessi ákvörðun tekin fyrir löngu síðan. Það var rauninni fljótlega bara eftir HM sem að þessi leikur var tilkynntur. Þá vissum við ekkert í hvernig stöð við værum. En ástæðan fyrir því að við tökum þennan leik er fyrsta lagi, þetta er náttúrulega virkilega góður æfingarleikur. Í öðru lagi þá gefur þetta okkur tækifæri á að leyfa leikmönnum spila sem hafa lítið fengið að spila með okkur, og svona bara til að forðast spurningar á eftir, og að því að við höfum nánast, já, við höfum byrjað með sama byrjunarlið 3 leiki í röð, það er allir heilir í dag, að þetta gefur okkur svona ákveðna möguleika að skoða leikmenn í stöðum og svona æfa okkur fyrir þennan Tékkaleik. Þetta eru mjög sterkir andstæðingar eins og Lars sagði þann. Og í þriðja lagi þá erum við 5 daga í Belgíu við góðar aðstæður, og í öðru landi það er gott að æfa ekki föstleikatrið og annað í keppnislandinu, þannig að við teljum þetta að vera að mörgu leyti betri undirbúning fyrir okkur að fara til Belgíu og vera þar í 5 daga. Þetta er náttúrulega leikurinn sem skiptir öllu máli, og við sögðum það fyrir þessa keppni að markmið okkar væri fyrsta eða annað sætið, og það stendur, og í mínum huga að minnstakosti eru hollendingarnir enn sigurstranglegastir þrátt fyrir það að vera búin að tapa 2 leikjum. Þeir eiga heimaleiki gegn
Tékkum og þeir eiga heimaleik gegn okkur og ef að þeir fara í gang eins og hópurinn þeirra er samsettur, þá ættu þeir að geta unnið þá leiki sem að yfir unnið þeir vilja. Og þá erum við að tala að þetta fyrir okkur úrslitaleikur við Tékka, hvor allar að taka þetta forystuhlutverk og það langt í næsta leik, þannig að það væri ótrúlega sterkt hjá okkur að taka 3 stig út í Tékklandi og setja okkur í þetta forystuhlutverk. Ég ætla bara stuttlega að fara yfir Tékkana, ætla ekki að fara að kannski upplýsa það hvernig við leikrinum tékkneska liðið, þá væri við rauninni líka að gefa svolítið upp hvernig við ætlum að spila á móti þeim, en bara til þess að viðurkenna það að við erum ákaflega bara hissa og verður að gefa Pavel Verba hrós hvað hann hefur gert með þetta tékkneska lið á mjög stuttum tíma, og þegar maður fer að kafa svolítið djúpt í það af hverju þeir hafa náð svona góðum árangri, að þá hefur hann verið klókur hvernig hann hefur sett saman þetta lið. Hann með marga leikmenn úr sömu klúbunum, það eru 5 leikmenn í hópnum frá Pilsen og 6 leikmenn úr Sparta Prag. Bæði þessi lið spilað þetta leikkerfi 4-2-3-1 og hann náði mjög mikilvægum árangri með Pilsen á sínu tíma, sem var ekki á þeim tíma neitt þekkt lið, kom þeim í meistaradeild og stóð sér vel, og það var í þessu leikkerfi. Þannig að hann þekkir leikmennina, leikmenninni þekkja góðan annan, og það sem við getum í rauninni sagt það að styrklingin þeirra hversu gott lið þetta er. Þetta svona svipar margt, og ég tek þetta sem bara ákveður hrós til okkar Íslendinga, það svipar margt í leik Tékkana eins og í okkar leik. Það engin stórstjarna í þessu liði, auðvitað þekkjum við Petr Cech og við þekkjum Rosicki, en þeir leik ekkert starra hlutverk í þessu liði heldur en einhver aðri leikmenn í liðinu, og það er ekkert að taka einn leikmann út úr hópnum og loka á hann, eins og við gerðum kannski hér gegn Hollendingum þegar við náðum að stoppa Robin. Þetta eru allt leikmenn sem að skila sínu, ákaflega vinnusamir, og ef við leikrinum leikinn hjá þeim þá yfirleitt alltaf á réttum stað. Það erfitt að finna veikleika á þessu liði og liðið alltaf í góðum balans. Þegar þeir tapa boltanum erfitt að sækja hratt á þá, það ekki stór svæði og þeir taka litla áhættu sóknarlega. Þannig að það svona margt sem svipar með einkennum Tékka og okkar, og miðað við það hversu stuttan tíma hann hefur haft verðum við að hrósa Pavel Verba fyrir hans starf. Við skoðum svona byrjunarliðið þeirra sem mjög líklegt og búið að vera í fyrstu 3 leikjunum. Þeir eru búin að halda nokkurn veginn sama liði, líkt og við. Og ef við skoðum þetta svona í fljótheitum, þá eru 5 leikmenn frá Sparta Prag, og þetta svona ein ástæðin fyrir því, segi ég, að þeir hafa náð þessum góða árangri. Þeir gjörþekkja hvorn annan, þeir gjörþekkja leikkerfið, og þeirra hlaupaleiðir og annað þeir þurfu ekki að hugsa, þeir vita nákvæmlega, þeir æfa alla daga saman, bæði með félagsliði og landsliði, þannig að hlaupaleiðir eru þetta eins og bara vél hjá þeim. Og ef við tökum fremstu 3 leikmennina sem að slúta sóknum flott og sýna ykkur mörkin þeirra og eftir, það fjölbreyttu sóknarleikmenn, þeir virðast alltaf vita hvar samherjinn og hlaupaleiðirna þeirra eru rosalega vel uppsettar. Svo eru þau með hægri bakvörð, Kadir Abek, sem að spila mjög vel með Dotskal, hægri kantmanninum, samvinna þar á milli líka mjög impressiv. Þannig að það er margt mjög bara vel framkvæmt í þessu liði, og það sést af hverju hann velur leikmenn frá sama liðinu í svona margar stöður. Bara til að sýna hversu fjölbreyttur rauninni sóknarleikur þeirra ég ætla að láta það bara nægja að sýna mörkið þeirra til þessa, og leikurinn gegn Hollandi er hápressa, við vinnum boltan framanlega á hollendingunum. Eftir langskot
og það er ekki bara að margir leikmenn hafa skorað mörkin á þeim, heldur koma þau úr ólíkum áttum á mismunandi hátt. Til dæmis hægri kantmaður kemur hlaup frá vinstri, þannig að hreyfingi er ákaflega flott. 2 mínútur í uppbótartíma gegn Hollandi. Þannig að sést kannski helst vinnusemina hjá þeim. Kross og þeir fylgja eftir. Klaufalegt mark, en það þarf vinnusemi til að vera mættur á staðinn. Pílar varamaður sem að klára þetta og þeir hafa staðið sig vel, þeir hafa skipt inn á, þá hefur ekki verið neinn breyting á þeirra leik. Á móti Tyrkjum, hornspyrna tekið beint. Þeir eru yfirleitt með 2 leikmenn sem að standa við hornspyrnuna, spila oft úr hornspyrnunni. Á móti Tyrkjum segi ég, skoraði beint. Ja, het is gelijk. Het is gelijk. Via Thomas Sivok. Loopt weg uit de rug van Selçuk en ook Umut gaat niet heel fanatiek omhoog. Kijk, daar springen ze allebei. Fatih Terim, maar dat geldt ook bij de Tsjechen. Lopen er ook genoeg langs de kant. Nú bara flott samspil, þeir eru mjög flott spilandi og sjáu kannski hlaupaleiðina hvað þetta er. Þeir eru mætti 3 inn í teginn, fylla öll svæði. Fljótir að refsa. Hægri bakvörður kominn inn í teg. Á móti Kasakstan sýndu þeir geta haldið bolta, spila flottir, þeir þurfi ekki að sækja hratt og þeir vilji sækja hratt. Þannig að þeir eru með mjög spilandi lið og eins og við sagðum, þeir þekkja hlaupaleiði hvers annars svo vel. Að þeir finna alltaf sendingaleiði. Aftur hægri kantmaður kominn inn á miðju, slúttar með góðu skoti. Spila úr hornspyrnu og þeir eru sókndjarfir. Kannski bara telli leikmennar sem eru í mynd. Það eru 10 leikmenn í mynd. Þeir ætla sér að skora. Fullt af leikmennum til að spila á. Spila líka löngum boltum, þannig að það er rauninni hægt að sjá allt og finna allt og maður klippir sóknarleikinn hjá þeim. Kross utan að velli á fjær, aftur gott hlaup, vængmaður kominn inn. Alltaf búinir að fylla teginn. Þversending. Vinstri bakvörður, leggur út miðjumann, aftur vinstri bakvörður, kominn inn í teg, leggur út í teginn. Þannig að bara
til að viðurkenna það hversu vel þeir hafa verið að spila, til að gefa þeim hrós, sérstaklega þjálfaranum. Þá mjög gaman að fylgjast með hvernig þeir hafa unnið og að vinna sitt verk. Þeir hafa fengið á sig 4 mörk og 2 af þeim voru í lokin gegn Kazakstan. Þegar þeir voru búin að vinna leikinn þá mistu þeir aðeins einbeitingu og fengið á sig 2 mörk í uppbótartíma nánast. En annars hafa þeir verið mjög solid varnarlega. Hópurinn okkar lítið breyttur. Hvernig við höfum verið að spila í síðustu leikjum gefur ekkert ástæðu til þess að vera að breyta hópnum mikið. Sumir framherjar, 4, Kolli, Jón Daði, Alfreð og Viðar. Sumir miðjumenn. Jói Berg hefur reyndar ekki verið með okkur í hópnum en hann hefur verið tilkynntur í hóp en ekki getað spila út af meiðslum. Við vonum það, hann stimplaði sig vel inn helgina, vonum að hann verði ferskur. Hörður Björgvin kemur inn í varnarlínuna og á kostnað Þórarins Inga. Hörður byrjar að spila í Serie A og það verður gaman að sjá hann. Nú undir 21 árs liðið ekki að trufla okkur og það verður gaman að fá að hafa hann í þessu verkefni. Og síðasta breytingin á hópnum að Ögmundur kemur inn í hópinn á kostnað Gunnleifs og bara svona til að ítreka það að það mjög mikilvægt að breytingin hún ekki gerð af því að við erum ósátti við Gunnleif. Þvert á móti, hann hefur verið bæði góður milli stangana og góður liðsmaður, hefur nýtt sína reynslu í hópnum, miðlað til leikmanna og við höfum leitað til hans þjálfarateymið. Þannig að hann hefur bæði verið sterkur sem markmaður og sem liðsmaður og þetta ekki gert af því að við erum óánægðir með hann, síður en svo. Við erum bara ánægðir með Ingvar og Ömma. Þeir hafa bætt sig í ár og hafa fengið góða reynslu í Evrópukeppni og Ömmi komin út í atvinnumennsku. Þannig að við viljum hafa það alveg á tæru og þetta eins og Gummi hefur sagt, þetta 4 manna teymi sem að þessi markmenn eru svolítið svona öðru vísi og Gummi hefur stjórnað þeim flokki vel og hefur verið að æfa til dæmis núna frá því að Íslandsmótið kláraðist. Þannig að Gulli bankar á og heldur þeim við efnið og við sjáum svo til í næsta verkefni hvað gerist. Ekki meira frá okkur. Ef Ómar, þú tekur við. Má ekki reikna með í leiknum gegn Belgíum að bæði þið og þeir byrji svona með sem getur kallað sterkustu liðin fyrir hálfleik en þið gerðum í þessum leiknum? Nú veit ég það bara ekki hver að búast hjá þeim allavega en við munum örugglega gefa leikmönnum tækifæri sem að virkilega eiga það skilið en bara frammistaðan hefur verið það góð að við höfum ekki getað leyft mönnum að vera að spila. Þannig að við munum örugglega skoða leikmenn þó við munum að sjálfsögðu spila leikmenn sem að munum spila ekki Tékkland í þessu leik líka. Lítið á þennan leik sem hreinan undirbúning fyrir Tékkaleikinn? Já, klárlega. Við munum nota þennan leik til að undirbúa okkur gegn Tékkum. Segir það þá ekki að það er byrjun eða sterkasta liðið? Ég veit ekki hvað það segir þér. Meir úr sal. Samasta hópinn. Eru allir heilir, en ekki svona mjög meðsli? Já, svo fremi sem við vitum eru allir klárir. Kári þurfti að fara út af, hann fékk skurð á ennið en eins og við vitum þá eru allir heilir. Það reyndar 11 leikmenn að spila á sunnudaginn þannig að við krossum fingur og vonum að allir klári það og verði teknir út af eitt tíðan í leiknum, verði bara lélegir í svona leik. Kári fór í einhverja skann út á támist, kannski það? Hefum eitthvað heyrt af því? Þú búin að heyra bara mútið því? Ég er ekki með það. Nei, ekki, nei. Er ekki einhverju leikmenn sem að banka hessilega fyrir sem að hefur viljað kíkja á þessu leik? Sem við viljum skoða í þessum Belgíuleik? Úr þessum hóp eða? Það eru það leikmenn sem fyrir utan þennan hóp sem að... Við erum bara heppnir, við erum með sterkan hóp og eins og ég segi, allir tilbúnir að koma og við vildum skoða fullt af leikmennum, vildum að væri með
fleiri æfingarleiki til þess að skoða leikmenn. Ég nefni mann eins og Hjört Lóra, þessi feikilega vel í núleik. Já, bara hann svona einn af þeim sem við erum að horfa á dagstæðilega. Við vildum skoða Hörð í þessu verkefni af því að nú, já, bara hann á það skilið að fá sitt tækifæri rétt eins og Hjörtur Logi. Það ekki líklegt að Hörður fá að spila eitthvað mikið á móti Belgum sem fyrir byrja? Það er allt mögulegt í þessu. Við ætlum að sjálfsög ekki að fara að segja hverjir byrja eða hvernig við hugsum byrjunarlið. Við munum, eins og ég segi, skoða hvernig menn koma eftir helgina. Eru menn þreyttir, voru menn að spila 90 mínútur eða 40 mínútur eða eru þau með smávægileg meiðsli. Þannig að þetta í rauninni verður bara ákvörðun tekin það þegar við hittum hópinn og sjáum hvernig hann er samsettur. Auðvitað erum við með ákveðna hugmynd hvað við viljum sjá, en ætlum svo sem ekki að vera uppljóstar því hér, ekki frekar en aðra daga. Hörður, þetta spennandi leikmaður í ykkur? Að sjálfsögðu, leikmaður sem að spilar í Serie A er hérna, þetta var það hár klassi og að standa sig vel þar, þannig að hann á framtíðina fyrir sig, en við höfum í rauninni aldrei fengið að hafa hann inn í hópnum, þannig að þetta er góður tími, þetta er langur tími, þar sem við getum kynnst leikmannum og sé hvað býr í honum. Ari spilaði í vinstri bakverði í síðasta leik, stóð sér vel. Það var kannski átt svona, ekki erfitt uppdráttar á miðjunni hjá Óli. Það er ekki gleðiefni að hann sé settur í þessa stöðu? Jú, því fleiri leiki í réttum stöðum leikmenn spila því betra fyrir okkur. Og vonast til þess að hann haldi þessari stöðu hjá okkur? Nei, hann hefur átt góða leiki hjá okkur þrátt fyrir að vera að spila á miðjunni, þannig að ég sé það ekkit, það er að vissu leyti betra að hann spili vinstri bakvörð í félagsliði, en hérna, það hefur ekki háð honum hingað til, þannig að ég býst ekki við því að það muni háð honum í framhaldinu, þannig að hann er í rauninni að verða stöðuri sem vinstri bakvörður hjá okkur. How do you regard the balance between, giving fringe players important minutes in the practice games and, playing on your best squad to prepare them for the game in Czech? How I look upon that? Yeah. It's always a question, first of all, how much they have played now the last 2 weeks, and if they have any problems with knocks or something in the weekend. So it's too early to say that. But of course, general, when you have a friendly like this before a competitive game, I've never experienced that before. But of course, we probably will give some of the players that haven't played that much the chance to start this game. But how many is very difficult to say. It depends what happened this last weekend also before we take the last decisions about that. Of course, Heimir and I have talked about it and we have some ideas, but we can't say anything until we met them and have a couple of trainings with them. Þetta var enska útgáfan af svarinu mínu. Was it the same? That was the English version of my that's answer, good. so we are synchronized, that's good. Thank you. So it was a test question. That's good. It was a question Yeah, that's good. That's good. He expected a different answer. Oh, I can promise you we trust each other, so that's why we can keep it in 2 languages. Það er spurning bara eins og með Jóhann Berg, hann er náttúrulega aðstóð hluti af síðustu undankeppni og kom nú og skoraði 2 mörk í síðasta leik. Getur verið hans að fórtala baðstæðina í því hvað liður að spila vel? Það verður fyrir hann að starta í byrjuleginu. Já, við erum búin að skora 30 mörk. Ef ekki á þessum bara byrjuð, þá er þetta ekki sér